mannfræði og master í þróunarfræði og mér finnst þetta nám, hvoru tveggja, hafa nýst mér mjög vel í lífinu og í starfi. Og ég myndi segja að mastersrannsóknin mín í þróunarfræðum nýtist mér sérstaklega vel í starfi. En ég var 2 ár í Malaví og þar var ég að skoða hvernig konur í litlu þorpi upplifa HIV-vána sem í Malaví og hvernig þær upplifa aðgerðir þróunarsamvinnusamtaka eða stofnana við að hefta útbreiðsluna. Og þegar maður vinnur hjá UN Women sem vinnur að valdeflingu og þróunarmálum, að þá þessi reynsla að hafa verið að skoða gagngert upplifanir kvenna á aðkomu erlendra hjálparsamtaka bráðnauðsynleg, myndi ég segja. Þetta það sem nýtist mér á hverjum einasta degi. Það þetta sjónarhorn. Það sem við viljum að nemendur komi með út úr BA-náminu hjá okkur, það sterk aðferðafræði og sterkur kenningarlegur grunnur. Og þetta eitthvað sem nýtist fólki mjög vel, alveg sama hvaða framtíðarverkefni bíða þeirra. Sama hvort að fólk fer út á vinnumarkaðinn, heldur áfram hjá okkur í meistaranám eða fer í annað meistaranám. Aðferðafræðin augljóslega skilar sér í því að þú lærir ólíkar leiðir til að afla gagna og þegar við kennum aðferðafræði þá leggjum við áherslu á það að nemendur kynnist vettvangsrannsóknum, prófa að taka viðtöl og sjónrænum aðferðum bara til að taka nokkur dæmi. Og hvað varðar kenningarnar að þá það ákveðin leið til þess að greina og skilja veruleikann sem nýtist fólki mjög vel sama hvað það tekur sér fyrir hendur. Það sem kom mér mest á óvart lítur að vera í rauninni hvað þetta nám hafði mikil áhrif á mig persónulega og viðhorfsbreytingin sem átti sér stað hjá mér leið og ég fór að kynna mér þetta. Þá var þetta ekki bara eitthvað sem ég þurfti að læra, heldur var þetta bara ástríða og breytti algjörlega hvernig ég upplifi heiminn og samfélagið mitt og menningunni í kringum. Við temjum okkur að nemendur alveg frá upphafi beiti þeim kenningum sem við erum að fást við hverju skipti og mjög oft á atburði líðandi stundar í okkar eigin samfélagi. Ég lögfræðingur og mennt og hef verið að reka fyrirtæki í síðustu 16 ár. Fyrirtæki með starfsemi í ýmsum löndum í Afríku og Austur-Evrópu og Karibíahafinu og ég hef haft mikinn áhuga á menningu þessara landa og eins því að hafa einhver áhrif, jákvæð áhrif á samfélagum þar sem við erum að vinna. Og ég fór að kynna með mannfræðina og þróunarfræði reyndar líka í því sambandi og rakst einhvers staðar á þarna setningu sem stóð að ef þú vilt breyta heiminu þá þarftu að byrja á að skilja hann. Það var svona sem var til þess að ég vissi að vera á réttum stað. Mannfræðin spyr ákaflega stóra spurninga sem að mannkynið hefur alltaf leitað svara við eins og hver við erum og hvaðan við komum. Og það stundum sagt að mannfræðin sé eins og heimspeki að því leyti að hún spyr risavaxinna spurninga en fólkið alltaf innanborðs eða upp á dekki eða hvernig maður orðar það að við spyrjum ekki einfallega spurninga yfir skrifborðinu eða inn á kontór heldur leitustu við að tala við fólk og læra af því og þess vegna sé mannfræðin í vissum skilningi heimspeki með fólki. Ég valdi mannfræði af því að eftir að ég hafði klárað fyrsta ári í sálfræði þá langaði mig að skipta, mér langaði að læra mér um fólk en vissi ekki alveg hvað ég átti að velja. Og sumarið kynntist ég stráki sem ég var að vinna með og hann var búinn með fyrstu önnin í mannfræði og sagði við mig að ef Indiana Jones væri til í alvöru þá væri hann mannfræðingur en ekki fornleifafræðingur. Og ég þurfti ekki meira, heldur fór strax og skráði mig í mannfræðina, ákvað að prófa og ég hef ekki séð eftir því. Við bjóðum upp á þrenns konar meistaranám. Við erum með meistaranám í mannfræði. Síðan bjóðum við upp á meistarapróf í þróunarfræði. Það má segja að þróunarfræðin fáist svona, ef við viljum setja þetta einfalt fram, hún fáist við þessa misskiptingu heimsins í ríkar þjóðir og snauðar. Og þar, eins og ég í meistaranámi í mannfræði, geta nemendur gert ýmist 30 eininga eða 60 eininga rannsóknarverkefni. Og þá verið að fást við þetta viðfangsefni, en líka við stofnanir, þróunarstofnanir sem að þá
vilja breyta þessari staðreynd að heimurinn skiptist í ríkar þjóðir og snauðar. Nú síðan bjóðum við upp á meistarnám í hnattvæðingu, fólksflutningum og fjölmenningu og í því námi fást nemendur við samfélagsbreytingar, getum við sagt, sem fylgja því að heimurinn í síauknum mæli hnattvæddur og tengdur. Lokaverkefni mitt byggir á vettvangsrannsókn í Norður-Indlandi þar sem ég að skoða útlaga samfélag Tíbeta og hvernig það samfélag að takast á við loftslagsbreytingar. Í námi mínu í mannfræði þá fékk ég í raun og veru frelsi til þess að auka dýpka þekkingu mína á þeim fræðasviðum og í þessu tilviki til að þess að skoða hugmyndir heilsu, líkama og samfélag og tækni. Ég fékk einnig tækifæri til þess að sækja námskeið úr öðrum fræðasviðum, námskeið í lýðheilsu eða skoða heimspeki hugsjónir eða kenningar og fara yfir í félagsfræði og í raun og veru var þetta svona opið vettvangur þar sem ég gat skoða með það markmiði til þess að dýpka þekkingu mína á ákveðnu málefni og fá leið haldbæra þekkingu. Ég fékk einnig tækifæri til þess að fara í skiptinám við erlendan háskóla sem og að stunda starfsnám og það var í raun og veru námið í mannfræði sem opnaði mér þær til. Eitt styrkur námsbrautarinnar sá að við kennararnir komum úr mjög ólíkum áttum með ólík áherslusvið. Það helgast bæði því að við höfum hlotið okkar menntun á mismunandi stöðum í heiminum í ólíkum háskólum en líka út af því að við höfum unnið rannsóknir á mjög fjölbreyttum svæðum, allt frá norðurskautinu til Afríku og í flest öllum heimsálfum en líka rannsóknar viðfangsefni sem við höfum unnið að eru mjög fjölbreytt. Við höfum stundað rannsóknir sem tengjast blokkheimum, heilsutengdum málefnum, þróunarmálum, alþjóðlegum fólksflutningum, svo nokkur dæmi séu tekin.